Verið bara velkomin á þennan kynningarfund Uppbyggingarsjóðs Suðurlands og næsta umsóknarferli sjóðsins. Ég heiti Þórður Freyr Sigurðsson og sviðsstjóri hjá Samtökum Sunnlenskra sveitarfélaga. Kölluð nú landshlutasamtökin svona SAS í daglegu tali. Markmiðið með þessum kynningarfundi að leiðbeina ykkur inn í ferli við gerð umsókna í sjóðinn og verður ekki tæmandi yfirferð en það gefa ykkur svona helstu upplýsingar, einhverja góða punkta og hvar frekari aðstoð og leiðbeiningar að finna. Markmiðið alltaf líka að kynna bara almennt og vekja athygli á sjóðnum og þið eru hér svo að það hefur einhver leyti virkað. Við ætlum að fá að taka upp fundinn þannig að við getum svo deilt honum víðar fyrir þá sem að gátu ekki mætt á þessum tíma. Svo varðandi spurningar að þá væri fínt að fá þær bara inn í chatboxið á Zoom og þið megið bara kasta þeim spurningum fram í jafnóðum og þar poppa upp í kollinn á okkur og við tökum þær svo bara í yfirferð í lokin. Þannig að ef við byrjum bara almennt á sjóðnum, bara stuttlega sjóðurinn, Uppbyggingarsjóður Suðurlands, farið svona bara hvernig hann fungerar og hvað hann styrkir og hvað fyrir til að hljóta styrk úr sjóðnum. Það er svona atriði. Uppbyggingarsjóðurinn er hluti af sóknaráætlun Suðurlands sem er stefnumörkun landshlutans í byggðamálum og sjóðurinn er í rauninni bara eitt verkfæri í því að við séum að ná okkar markmiðum í atvinnu- og menningarmálum. Það er svona tilgangur hans og þeir eru þetta þátttakendur í því með því að sækja og styrkja verkefni sem að falla að þessum markmiðum. Og það er núna opinn umsóknarfrestur. Það eru 2 úthlutanir að jafnaði á ári, að voru og hausti, mars og umsóknarfresti mars og október og núna erum við að horfa á næstu úthlutun sem er 5. október. Uppbyggingarsjóðurinn skiptist í 2 flokka. Það er svona gott að byrja á því. Þetta eru annars vegar atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefni og hins vegar menningarverkefni. Menningarverkefni geta auðvitað verið eins fjölbreytt og þau eru mörg og mjög líklegt að þið hafi sótt tónleika, sýningar eða aðra viðburði á Suðurlandi sem hafa verið styrktir af sjóðnum gegnum tíðina. Þannig tökum við þátt í mjög mörgum verkefnum. Það sem að einkennir kannski helst þá styrki, menningarstyrki, að þetta eru menningarviðburðir sem hafa einhverja sérstöðu. Ágætt að hafa það í huga, þeir sem eru að vinna að menningarverkefni. Það er kannski síður verið að styrkja tónleika sem eru eins tónleikar og voru haldnir á síðasta ári, sömu flytjendum og sömu lögum. Það er þessi sérstæða og fjölbreytileiki sem er meginmarkmiðið og það sem að sker helst úr hvort að sé veittur styrkur í verkefni eða ekki. Sjóðurinn er samkeppnissjóður og á mannamáli þýðir það að sérhvert verkefni er metið og því gefin einkunn og þau verkefni sem að hljóta hæstu einkunn í hverri úthlutun fá styrk og sjálfsögðu að því gefnu að það eru uppfylli formkröfur sjóðsins. Og hér sjáum við meginmarkmið þá í atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefnunum.
Þetta eru allt verkefnastyrkir og verkefnastyrkir eins og nafnið ber með sér eru styrkir til verkefna en ekki rekstrar. Og eðli verkefna að þau hafa upphaf og endi og vinna einhverju markmiði. Sjóðurinn styrki verkefni til að hámarki 1 árs og því mikilvægt fyrir ykkur að skilgreina verkefni eða verkþátt eða verkþætti sem þið teljið ykkur geta lokið á þessu 12 mánaða tímabili. Þannig að ef verkefnið til dæmis ekki fara að hefjast strax og teygja sig langt fram í tímann, þá alveg spurning hvort þið ættu frekar að sækja í næstu úthlutun í næsta vori, eða ef verkefni mjög umfangsmikið og teljið að það sé ekki hægt að ljúka því innan 12 mánaða, að þá að brjóta það niður, horfa í smærri verkþætti og sækja þá fyrir þá verkþætti sem að þið teljið ykkur geta lokið innan 12 mánaða tímabils. Og varðandi umsóknarfrestinn 5.8. þá verður að skila inn umsóknum fyrir þann tíma og með þeim fylgigögnum sem eiga að fylgja með, eða þið viljið að fylgja með. Það er ekkert að senda inn viðbótargögn eftir á eða óska eftir frest á skilum. Við erum að vinna með samræmt umsóknarkerfi fyrir allan landshluta og það lokar á þessu tímapunkti og umsóknir í vinnslu teljast ekki innsendar og þannig einungis umsóknir sem eru að fullu útfylltar og innsendar. Þannig að mikilvægt að hafa það í huga. Þið berið ábyrgð á því að ýta á sendahnappinn í lokin. Og svo meira úthlutunarreglurnar og kannski svona nokkri þætti sem að ég vil leggja sérstaklega áherslu á. Það kannski bara fyrst varðandi glæruna sem eru uppi núna, að verkefni í hvorum flokki fyrir sig eru metin út frá 5 matsþáttum. Og þið sjáu hérna neðstu 3 setningarnar, það eru 3 matsþættir sem að eiga við í báðum flokkum. Og svo eru það þessi matsþættir sem að tilheyra atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefnum, hvort það sé mikil nýsköpun eða nýnæmi og síðan atvinnusköpun til lengri tíma og heilsársgrundvelli. Það er það sem á sérstaklega við þau verkefni. Nýnæmið og atvinnusköpun. Og svo menningarmegin feluverkefni í sér aukinn fjölbreytileika í menningarlífi og eða hefur jákvæð áhrif á samfélag, mannlíf og menningu. Þannig að maður ætlar að svona túlka þetta, þá er þetta þessi fjölbreytileiki og þetta nýnæmi kannski ákveðnu leyti líka sem getur líka átt við í menningunni. Að það sé einhver sérstæða sem að viðburðurinn ber með sér. Og svo þetta með áhrifin á samfélag, mannlíf og menningu maður hefur svona séð það bara út frá úthlutunum að verkefni sem að hafa mikil áhrif og eiga að ná til margra og jafnvel viðburðir sem eru settir upp á nokkrum stöðum og eru opnir og aðgengilegir mörgum að eru kannski líklegir til að hljóta styrk. En svona annað sem að ég mæli með sérstaklega varðandi úthlutunarreglurnar fyrst og fremst bara að þið lesið þær og öðrulega þið hafið þær til hliðsjónar við gerð umsóknar. Það mjög mikilvægt, sérstaklega bara hvað varðar þessa matsþætti og áherslu sjóðsins, hvað telst styrkhæft og hvað ekki og hafa þetta til hliðsjónar þannig að þið geti verið að í textavinnunni að í rauninni tala svolítið til þessara markmiða. Annað svona kannski varðandi reglurnar sem gott að taka fram að ef þið eigið ólokið verkefni sem styrkt hefur verið að sjóðnum, þá ekki hægt að sækja
styrk vegna nýs verkefnis nema þið hafið að minnsta kosti skilað inn áfangaskýrslu í fyrra verkefni. Þannig að endilega ef svo sitjið ykkur í samband við ráðgjafa og ræðið lúkningu á eldra verkefni. Og að minnsta kosti þannig að þetta sé ekki til trafala í ferlinu. Sjóðurinn styrkir síðan að hámarki 50% af heildarkostnaði verkefna. Það miðast þá við styrkhæfan kostnað og það nánar fjallað styrkhæfan kostnað í úthlutunarreglunum. En hvað varðar mótframlagið ykkar þá, þessi 50% eða alltaf 50%, það þarf þó ekki að vera í fjármagni og getur því líka verið í formi vinnuframlags ykkar. Og þá hver vinnustund metin á 4.500 krónur, bara samkvæmt úthlutunarreglunum. En þetta hefur gert uppbyggingarsjóðinn frekar aðgengilegan og opinn fyrir sem flesta. Sjóðurinn styrkir ekki rekstur, eins og við talaðum áðan, ekki heldur búnað, fasteignir eða tækjabúnað. Þetta eru verkefnastyrkir og þá einungis átt við þann kostnað sem verkefninu nauðsynlegur, en einu frávikinn á þessu sérhæfður búnað til vöruþróunar og þá mikilvægt að rökstyðja það sérstaklega. Hvað einkennir góða umsókn? Það hægt að svo sem að googla sig áfram með það líka. Það eru mörg góð ráð til að vinna að góðum umsókn. Það er kannski það sem að mig langaði helst að nefna tengjast þessum atriðum, hvort að verkefni sé vel skilgreint. Og það þetta ef að ykkar verkefni eða hugmyndir geta verið stórar og hafa kannski sérstaklega við í tengslum við atvinnuþróunar og nýsköpunarverkefni að eiga til að vera svolítið margþætt og ná kannski langt fram í tímann. Þá rosalega mikilvægt fyrir ykkur að afmarka verkefni vel. Þetta snýst að gera grein fyrir því hvernig fjármagn varið ef styrkveiting fæst. Við erum að tala upphaf og endi innan 12 mánaða tímabils og þetta sé nægilega vel afmarkað. Og ef þið viljið eða teljið ykkur þurfa að gefa betri heildarmynd á verkefnið, þá oft betra að setja það fram í fylgiskjölum, einhverri greinargerð eða ef það einhver viðskiptaáætlun eða einhver framtíðarsýn sem teiknuð upp. Þannig að umsóknin sjálf snúist það verkefni sem að styrkurinn sóttur í. Og hvað varðar upplýsingar, eru allar upplýsingar í umsókninni. Umsóknin stendur ein og sér og eins og kemur fram í úthlutunarreglum. Og þess vegna þessi afmörkun mjög mikilvæg, en líka mikilvægt að gleyma ekki neinu. Og það ekki hægt að gera ráð fyrir því að fólk geti eða að fagráð sé að sækja sér upplýsinga eitthvað út fyrir umsóknina. Og þannig eins og hvort sem það að með vísun í heimasíðu eða fylgiskjöl að þið þurfið að draga saman það sem skiptir máli, það sem skiptir mestu máli inn í umsóknina sjálfa. Allt til að vísa í fylgiskjöl, heimasíður og annað til viðbótar en ekki sem aðalupplýsingar. Síðan þetta umsóknin á réttum stað og hún vonandi á réttum stað. En sjóðir eiga náttúrulega mjög erfitt með að aðlaga sig að ólíkum verkefnum og það gengur ekki þannig, heldur það verkefnanna að aðlaga sig að viðkomandi sjóði ef maður telur að það sé mögulegt. Þannig að það fyrsta sem þið þurfið að spyrja ykkur hvort að ykkar verkefni eigi við sjóðinn. Og ráðgjafar á vegum SAS getur aðstoðað
þetta í spjalli verkefni og hvernig megi móta það. Og stundum þetta þannig að það kannski bara einhver ákveðin þáttur í verkefninu sem getur átt við í sjóðinn og hægt að sækja þann hluta. Og þannig að en síðan á sama skapi getur mótun einnar umsóknar nýst ykkur til að sækja í aðra sjóði. Þannig að en alltaf þarf að horfa á hvern sjóð fyrir sig og meta það af hverju verið að leita. Því að allir sjóðir hafa markmið og þið eru í rauninni geta horft á þannig að þið séu að leggja til ákveðið verkefni til að uppfylla markmið sjóðsins, til að hjálpa sjóðnum að uppfylla markmiðið sín. Í rauninni bara rétt eins og uppbyggingarsjóðurinn byggður upp. Þau markmið sem koma fram í honum eru til að uppfylla markmið sóknaráætlunar Suðurlands, tengslum við byggðamál á Suðurlandi. Þannig að þessi aðlögun sem skiptir miklu máli. Þið tímalega og hvað varðar vanda til verka? Óvönduð umsóknir eru þetta ekkert annað en fyrirheit óvandað verkefni í augum þeirra sem að meta umsóknirnar. Og það eru þetta bara mín reynsla líka. Þannig að þetta upphafið af ykkar verkefni og ef að þið viljið ná árangri í ykkar verkefni þá er mikilvægt að byrja á umsókninni. Hún getur líka nýst ykkur bara sem gott verkfæri í því hvernig þið ætlið að vinna verkefni, hvernig þið stillið því upp og bara þær áætlanir sem að þið byggið verkefnið á. Og það náttúrulega skiptir máli að vera tímalega, þannig að allar kostnaðartölur og þannig að planið sé klárt. Og það í rauninni draumastaða fyrir sjóðinn að það séu einungis að berast inn umsóknir sem eru tilbúin verkefni. Þannig að það sé ekkert annað fyrir sjóðinn að gera en að veita verkefninu styrk. Þannig að það sé allt klárt og það er sú tilfinning sem að þið þurfið að kalla fram. Þið gerir það bara með góðri og vandaðri umsókn. Varðandi kerfið og að sækja gerir það bara í gegnum hlekkin á vefsíðunni okkar, farið þá inn á þetta samræmda umsóknarkerfi og skráðu ykkur inn með IS-lykli eða rafrænum skilríkjum. Og þá er mjög mikilvægt að það sé sá hinn sami sem að það sé hugsað til enda. Sá sem að sækir styrkinn er þá sá sem að fær styrkveitinguna. Þannig að hugi vel að þessu í tengslu við ef þið eru í einhverjum félagsskap, svo sem leikfélag eða annað, að það sé réttur aðili sem að sækir Bara rétt svona til að glöggva ykkur á ferlinu. Við erum stödd þarna í gula reitnum, umsóknum styrk besti SAS. Ferlið þannig að það eru sitthvort fagráðið sem að lesa og meta yfir þær umsóknir sem að berast og gera síðan tillögu til stjórnar SAS úthlutun. Úthlutun er svo tilkynnt ykkur með tölvupósti í framhaldinu, hvort sem að styrkveitinginu fengist eða ekki. Það er sest niður með ráðgjafa á vegum SAS varðandi þá framhald verkefnisins. Í sumum tilvikum, oftar en ekki, kannski ekki full upphæð sem er úthlutað í verkefni og þá þarf að endurskoða í rauninni þær áætlanir sem eru í umsókninni og stillt upp samningi við styrkþega og gengi frá því. Í öllu þessu ferli hafið þið aðgang að ráðgjöfum á vegum SAS og síðan þegar vinna við verkefnið hefst og komið að því að þið getið sent inn áfanga eða loka skýrslu vegna verkefnisins. Það er þá í rauninni sá tímapunktur þar sem hægt er að innheimta styrki. Styrkir eru ekki greiddir út fyrirfram, einungis eftir innsendum áfanga eða lokaskýrslu.
Þetta eru einfaldar skýrslur og ekki til að hafa áhyggjur af. Annars vegar að gera grein fyrir útlögðum kostnaði eða vinnuframlagi. Og þá mikilvægt að þið haldið þokkalegar tímaskýrslur í tengslu við ykkar vinnuframlag. Verkefnin getur verið skipt upp í áföngum og þá nokkrar áfangaskýrslur eða verkefnin bara lokið með einni lokaskýrslu. Og það allt gert bara í góðu samráði við styrkþega. Það gott, góður hópur ráðgjafa víðs vegar landshlutann með starfsstöðvar á ólíkum stöðum, Selfossi, Hvolsvelli, Vestmannaeyjum, Vík, Klaustri og Höfn. Og þetta fólk sem þið getið leitað til. En ef þið hafið ekki nú þegar hafið standað við að móta verkefnið eða skrifa umsóknina, þá mæli ég með því að þið byrjið núna. Það eru í dag 2 vikur í að umsóknarfresturinn sé liðinn, klukkan 16:00, þriðjudaginn 5. október. Það mjög mikilvægt að byrja að móta verkefnið snemma og velta upp réttri nálgun tengslu við verkefnið og þar geta ráðgjafar aðstoðað í því ferli. Vonandi eru þið komið áleiðis með það, en eins og ég sagði áðan, þá mjög mikilvægt að umsóknin og verkefnið það jafngildi tilbúnu verkefni til fjármögnunar. Þannig að, já, og ef þið hafið ekki nú þegar óskað eftir fundi með ráðgjafa, þá mæli ég líka með því að gera það í dag. Það ekkert að gera ráð fyrir að fá tíma hjá ráðgjafa rétt fyrir rétt áður en umsóknarfrestur rennur út. Það að horfa hérna mánudag og þriðjudag eftir þann næstu helgi. Það þannig að stefnið að fá tíma í þessari viku og í síðasta lagi í næstu viku. Þannig að svo því að það geta einhverjar fleiri spurningar vaknað og þá verðum að gera að vera aðeins á undan á frekar en hitt. Svona kannski bara rétt aðeins hvers að vænta. Þetta eru 80 milljónir sem við erum að úthluta á þessu ári. Fyrir úthlutun lokið og þetta síðari úthlutun. Ef við horfum á síðasta ár, þá var fjöldi umsókna í sjóðinn 320 og við styrktum 170 verkefni. Þannig að meðaltals fjárhæð styrkja var þá í kringum 450.000 krónur, aðeins lægri upphæðir í menningu og hærri atvinnuþróunar og nýsköpunarverkefnum, en einnig fleiri menningarverkefni. Það ekkert hámark, hvorki hámark né lágmark að upphæðin sem hægt að sækja styrk. En á síðasta ári voru þetta lægsta upphæðin 100.000 krónur og hæsta upphæð 2 milljónir. Það mikil ásókn í sjóðinn og þannig að ég bið ykkur að stilla væntingum bara í þokkalegt hóf og kannski gott að skoða á heimasíðu SAS í rauninni upplýsingar eldri úthlutanir. Þá getum við séð fengið einhverja tilfinningu fyrir því hvaða upphæðir verið að úthluta í ólík verkefni. Á heimasíðunni eru allar upplýsingar sem þið þurfið á að halda almennt. Fyrir utan þetta feedback frá ráðgjöf. En það eru upplýsingar ráðgjafana, ýmis konar stuðningsefni. Það einnig getið þið horft á í rauninni kynningafund frá því í vor, þar sem að Guðrún Ásdís ráðgjafi okkar á Höfn fór í rauninni gegnum ferli við skrif á umsókn. Þannig að hún fer í rauninni gegnum umsóknarformið. Þannig að það mjög þægilegt og aðgengilegt á vídeó til að renna í gegnum áður en að fara að fylla út umsóknum sjálfa. En ég mæli eindregið með því
og ásamt því stuðningsefni sem við höfum verið að byggja upp á vefnum. Þannig að næstu skref fyrir ykkur, það er þetta, kynnið ykkur vel úthlutunarreglurnar, hafið það til hliðsjónar, hefjist handa ekki seinna en strax við að móta verkefnið og byrja á umsókninni. Þið getið skráð ykkur inn og byrjað að vinna í umsókninni og farið út aftur og inn seinna. Þannig að þið getið bara byrjað að byggja hana upp og þegar að þið eru komið með svona sæmilega grind að umsókninni og eitthvað til að ræða þá getur verið mjög gott að fá ráðgjafa til að lesa yfir og gefa ykkur ábendingar. Þannig að við erum til þess að aðstoða okkur í öllu ferlinu. Þannig að endilega setja ykkur í samband við ráðgjafa og komið samtalinu af stað. Ef það ykkur á spurningar, þá ætla ég kannski að kíkja í chatið. Er ekki kominn tími til að uppfæra þessa upphæð, 4.500 krónur? Jú, það er alveg mögulegt að það sé kominn tími á það. Hún er bara ein upphæð hjá okkur, svona ákveðið ríkistaxti á því gjaldi sem að styrkþegar geta reiknað sér per tíman í þessu vinnuframlagi sem er þá eitthvað mótframlag. En verkefnin eru ólík og þannig að það þarf að vera það þarf að finna eitthvað gjald sem að er svona þokkalegt en ég bara punktaði þetta hjá mér. Skil ekki alveg, er vefsíðugerð hér sein fyrir? Hvort að vefsíðugerð sé styrkhæft? Það fer allt eftir eðli verkefnisins, hvort að það sé bara þáttur sem að skipti máli í því verkefni, hvernig verkefnið er metið. Það getur verið svo ólíkt. Má sækjum fyrir hönd óstofnaðs félags, já. Það er hægt. Það er í rauninni kannski það eina sem við horfum fram hjá í því að réttur aðili sé að sækja ef það er fyrir hönd óstofnaðs félags. Hvað er svo sjóðurinn stór? Já, ég held ég að við erum að fara yfir þetta. Þetta eru 80 milljónir sem við erum að úthluta á árinu og ekkert lágmark eða hámark, en þetta er svona stærstu styrkirnir eru í kringum 2,5 milljón, held ég að hæsti styrkur hafi verið. Þannig að já, hvenær berast svör við úthlutun? Já, ég held ég ekki komið inn á þetta. Það er að jafnaði einu mánuði eftir að umsóknarfrestur er liðinn. Þannig að við höfum reynt að hafa svona þokkalega hraðar hendur á. Já, ég sé að hérna er einhver svör í spjallinu líka og linkurinn einmitt inn á kynningarmyndbandið. Þannig að að gera að nýta ykkur það. Einhverjar frekari spurningar má sjá. Er verkefnum velt dreift eftir menningu, samanber myndlist, ljósmyndlist? Þá væntanlega átt við varðandi fjármagnið. Nei, það er ekki eftir það verður að spyrja það eftir hvort að það sé fjármagnið sé eitthvað deilt niður á myndlist, ljósmyndun og svo framvegis. Við erum með svona ákveðna undirflokka sem að er í rauninni bara fyrir okkur til að glöggva okkur á því hvernig fjármagnið dreifist eftir á. En því er ekki stýrt niður á flokka með þeim hætti. Ég sé bara þakkir þarna í kommentabóksinu og bara segi takk fyrir mig sömuleiðis. Og ætla þá ekki að hafa þetta lengra en hvet ykkur til að
til góðra verka og vonandi sjáum við margar góðar umsóknir frá okkur. Takk í dag.